Komið öll sömul blessuð og sæl. Gaman að sjá ykkur allir í dag. Ég ætla svona aðeins áður en ég byrja á mínu að örlítið að draga saman. Þið sjáu það að við erum byrjuð að vinna eftir þessari nýju verkáætlun sem að hún Gerður kynnti hérna í upphafi. Og þetta sem að til dæmis Salome og Hugrún voru að tala þetta er ekki eitthvað sem við erum að skella framan í ykkur 1, 2 og 3 og nú bara fara allir af stað. Heldur erum við að byrja, Hugrún er sem sagt að ná utan stóru myndina, hvaða árangur hefur náðst nú þegar og munum eitt nota til þess bæði spurningalista og viðtöl og það munum við síðan geta nýtt okkur þá til þess að þróa verkefni ennþá áfram og það sem að Salome dró saman var ein aðferð til þess að ná svolítið betur utan það sem er mælanlegt og eins og hún sagði að útbúa skapalón fyrir ykkur í framtíðinni þannig að þið eigið auðveldara með að ganga í gegnum þessa umhverfisúttekt. Þetta er svona eitt af þeim áherslum sem að við höfum ákveðið að við viljum fara í. En mitt hlutverk hér í dag er að kynna fyrir ykkur glænýtt verkefni sem að Landvernd hóf núna árið 2013 í ár sem að ég kynni hérna fyrir okkar hönd og Rannveig Magnúsdóttir er verkefnisstjóri þessa verkefnis. Hún er að undirbúa doktorsvörnina sína, hún er að fara að verja doktorsritgerðina sína á þriðjudaginn og mér skilst á en hún sé eitthvað pingur stressuð fyrir það þannig að við ákvaðum að hún væri afsökuð hér í dag. Svona erum við góð. En ef við setjum þetta verkefni inn í samhengi við það sem að Gerður fór í hérna í upphafi, þá sjáum við það að þetta vistheimtarverkefni á Suðurlandi, það fellur undir eflingu flóknari þema verkefnisins. Og þarna sjáum við líka loftslagsbreytingar og lífbreytileika sem að við vonumst til þess að geta hafið vinnu við síðar. Nú, það er kannski rétt að byrja á byrjuninni. Hvað er vistheimt? Já, nú er stórt spurt, vonandi ég geti svarað, ég er heppinn að stendur þarna á glærunni. En vistheimt, oft er talað landgræðslu, það er hugtak sem við þekkjum mun betur, en eru vistheimt og landgræðsla það sama? Vistheimt er skilgreint sem það ferli að aðstoða við endurheimt vistkerfis sem hefur hnignað, verið skemmt eða eyðilagst. Og við getum tekið dæmi til dæmis hérna af Íslandi. Við eigum mörg illafærin vistkerfi, gróðursamfélög, til dæmis margt af þeirri landeyfingu sem að hér hefur átt sér stað að þar var áður gróður, jafnvel víðikjarr eða birkiskógur og vistheimt er þá ferli að reyna að endurheimta þau gæði, þar að segja það sem að áður var á svæðinu. Meðan að landgræðsla er víðara hugtak og nær meðal annars líka uppgræðslu aðferði sem ekki endilega að reyna að ná fram þessu fyrra vistkerfi sem að áður var. Sem sagt vistheimt, þetta er að aðstoða náttúruna við að endurheimta fyrri gæði. Nú, mig langar til þess að tengja vistheimtina við 3 stórar áskoranir alþjóðlegar í umhverfismálum og 3 stór umhverfisvandamál. Það er þá í fyrsta lagi landhnignun og jarðvegsrof, eyðimerkurmyndun, það er tap á líffræðilegum fjölbreytileika eða lífbreytileika og það eru loftslagsbreytingar. Vistheimt er í rauninni verkfæri sem að má nota til að takast á við öll þessi 3 vandamál á sama tíma. Með vistheimt að þá endurheimtum við gróður og spornum þannig við landhnignun og jarðvegsrofi. Við endurheimtum líka gæði jarðvegsins, frjósemina, lífræn efni í jarðveginum og þar fram eftir göttunum. Þegar að þetta er komið inn í kerfið okkar, inn í vistkerfið okkar, að þá eru möguleikar á að lífbreytileikin, að hinn líffræðileg fjölbreytileiki aukist. Bæði vegna þess að það eru sennilega komnar inn fleiri tegundir plantna inn í kerfið, ef við tölum illafærið land, en líka með því myndast búsvæði fyrir smádýr, til dæmis bara ánamaðk, ef við grafið nú niður í sand annars vegar og mólendi hins vegar, þá er mjög líklegt að þið finnið ánamaðka í mólendinu, en mjög litla líkur á því að finnið hann í sandi eða mel þar sem að lítið er lífræn efni. Nú síðan í 3. lagi, að með vistheimtinni þá bindum við koltvísýring úr andrúmsloftinu í gróðri og jarðvegi
og það þessi koltvísýringur eitt af gróðurhúsalofttegundunum sem að valda gróðurhúsaáhrifum og aukið magn þessara gróðurhúsalofttegunda í andrúmslofti vegna brennslu jarðefnaeldsneytis, kola, olíu og gass og vegna landeyðingar, að þess vegna þetta aukna magn af koltvísýringi sem að hægt meðal annars að binda með vistheimt. Auðvitað eigum við að reyna að draga úr útlosun þeirra, en þetta vinnur sem sagt svona saman og hér vistheimt því sett fram sem verkfæri til að takast á við öll þessi 3 vandamál á einu bretti. Tilurð verkefnisins, það tilkomið vegna þess að við hlutum arf eftir Áslaugu Hafliðadóttur lyfjafræðing í Reykjavík. Nú arfurinn skilyrtur til uppgræðslu örfoka lands á Suðurlandi og við hyggjumst nýta hann sem slíkan en í gegnum fræðslu og þáttöku nemenda í skólum á Suðurlandi. Við lítum á þetta sem langtímaverkefni, það einnig styrkt af umhverfis- og auðlindaráðuneyti og eins og áður sagt var því ýtt úr vörun á 2013. Við erum rík af samstarfsaðilum, við leiðum verkefnið á landvernd en í góðu samstarfi við Landgræðslu ríkisins og þaðan kemur stór hluti af hinum faglega bakgrunni inn í verkefnið. Og síðan það náttúrulega skólarnir sem að vinna með okkur í verkefninu, Þjórsárskóli, grunnskólinn á Hellu og Hvolsskóli. Ég var að hugsa, ég svona einn af þeim sem að má nú eiginlega segja sé iðulega með njálg, svona í óeiginlegri merkingu þó. Þið sáu það áðan þegar að við Gerður hlupum bæði til þegar okkur fannst tækifæri til þess að við mættum nú standa upp. Þannig ég var að hugsa hvort að við ættum ekki öll að standa aðeins upp þannig að við fáum aðeins að hreyfa okkur áður en ég fer inn í þetta verkefni. Bara aðeins að teygja okkur. Heyrðu, mér bent á að ég hafi ekki endalausan tíma, þannig ég verð að biðja ykkur að setjast aftur niður. Það þarf að heiðra kaffitíman, hann mikilvægur, en mér finnst þetta mikilvægt að fleiri fá að standa upp en ég. Nú, uppbygging verkefnisins, kæru vinir, að það með þessum hætti að í fyrsta lagi styrkingu faglegrar þekkingar í skólunum, í öðru lagi við að tala þátttökumiðaða kennslu og í þriðja lagi mat á árangri verkefnisins til þess að við getum lært af því, þó svo sá hluti sé ekki ræddur hérna. Nú, við byrjum á miðstigi grunnskóla þó svo það sé ekki til fyrirstöðu að fara á önnur stig bæði grunnskóla og framhaldsskóla síðar og jafnvel fleiri skólastig. Nú, í fyrsta lagi að þá höldum við námskeið fyrir starfsfólksskólan og við stefnum að því að gera þetta árlega. Þarna þá fagleg þekking frá Landgræðslunni og Landvernd, komið á framfæri við þátttökuskóla og fyrsta námskeiðið var núna í ágúst 2013 þar sem að við tókum einmitt fyrir landhnignun, lífbreytileika og loftslagsbreytingar og hvernig vistheim þessi samnefnari að takast á við þessar umhverfis áskoranir allar á sama tíma. Nú í öðru lagi að þá hyggjumst við vinna að gerð kennsluefnis og svona stuðningsefnis fyrir kennara. Fyrsta skrefið þar þegar komið í gang og samstarf við Landbúnaðarháskóla Íslands, Ásu L. Aradóttur og Ólaf Arnalds, sem endurgerð af bók þeirra lesið í landi sem kannski sum ykkar kannist við. Síðan stefnum við náttúrulega því að gera fleira í þessu síðar. En þá að kjarnanum í verkefninu sem að taka þátt í, þáttaka nemenda í aðgerðum á sviði vistheimtar. Og hérna sjáum við fyrir okkur, þetta ekki hafið, þetta mun hefjast á næsta ári, að vinna á 2 mismunandi skölum. Það að segja í nágrenni skólana annars vegar og hins vegar á stærra sameiginlegu svæði þar sem allir skólarnir munu koma saman. Ef við byrjum á grendarsvæðunum eða svæðunum nálægt skólunum, að þar munu nemendur þá setja upp tilraunareiti undir leiðsögn, þar sem að meiningin að mæla árangur vistheimtar á smærri skala. Þarna verða þá mældir vistfræðilegi þættir áður en vistheimtin hefst, til dæmis þekja gróðurs, tegundafjöldi og einhverjir umhverfisþættir. Síðan þá ráðist í mismunandi aðgerðir í þessum tilraunareitum. Segjum til dæmis að það verði borin á tilbúin áburður í einn þeirra, það verði sett heiðþakning af gömlum rúllum í annan, í þriðja lagi sáð melgresi og borið á og þar fram eftir götunum.
Og munum að við þurfum alltaf líka að hafa viðmið þar sem við gerum ekki neitt, komum að þess að því og eftir. Síðan þá hægt að mæla árangur aðgerðana með því að bera saman gögnin fyrir og eftir aðgerðir. Við mælum sem sagt fyrir aðgerðir og við mælum eftir aðgerðir. Og börnin verða öll svona eins og þessi ungi maður hérna á þessari mynd verða algjör nörd. Þetta nefnilega meðan ég hafði hár og ég hefði ekki getað sett þetta á höfuðið á mér, þannig að við skulum bara þakka fyrir hárleysið. Nú verkefnið sett sem sagt upp sem tilraun sem að gefur mikla möguleika á margvíslegri úrvinnslu gagna inn í skólastofunni og úti líka, sem ég ætla að koma aðeins að aftur og eftir. En áður en ég geri það, þá ætla ég aðeins að segja ykkur frá hugmyndinni af hinu sameiginlega stærra svæði, en þar erum við að hefja samstarfið Hekluskógaverkefni svokallaða, þar sem á að græða upp landsvæði eða endurheimta, fara í vistheimt í kringum Heklu. Og þar mun þá hver skóli fá ákveðið svæði til umráða og við getum nýtt þekkinguna af grenndarsvæðunum til þess að vinna á stærra svæði. Hérna myndum við hins vegar reyna að nota svolítið aðrar aðferðir til þess að fjölga eða hafa meiri fjölbreytileika í aðferðum sem við notum og það að meta árangur líka og sennilega að meiri hluta til í gegnum ljósmyndir fyrir og eftir, þar sem alltaf tekna myndir á sama stað og myndskeið, vídeó, til þess að meta árangurinn. En nú ætla ég aðeins að fara yfir í úrvinnslu og möguleika á kennslu. Og þarna uppi með smáu letri stendur, þetta ætla ég að leggja mikla áherslu á, þess vegna þetta svona smátt, samaburður fyrir og eftir aðgerðir lykilatriði. Síðan það þá, þetta svona, sko þetta svona smækkun, skiljiði, ég vona þið fyrir ekki, ég skal bara fara í gegnum þetta mjög nákvæmlega með ykkur, ég vona að glæran sé í lagi, grafið sjálf. En hérna dæmi hvernig má setja fram á myndrænan hátt það hvernig þekja plantna hefur aukist. Þetta tilraun frá Landgræðslu ríkisins, þar sem byrjaði árið 2000 og við sjáum hérna niðurstöðunar árið 2006. Á Upsilon-ásnum þá prósent þekju í tilraunareitum og ef þið kíkið á þetta neðsta hérna þá það svo kallað viðmið. Viðmið þýðir þar sem ekkert gert, þar sem við fórum ekki í neinar aðgerðir. Og viðmiðið, þið sjáu það reyndar mjög illa hérna, en það hérna niðri, það að sýna í rauninni að þekjan hefur ekkert breyst í þar sem engar aðgerðir voru gerðar. Og meðan að sumar aðgerðana að skila allt upp í 50–70% aukningu í þekju, eða endanlegri þekju. Nú, þá getum við spurt, hefur landhnegnum þá verið snúið við? Þetta þá svona spurningar sem hægt að fara í framhaldinu. Við getum tekið dæmi líka af tegundaauðgi eða tegundafjölda plantna og smádýra og hérna úr sömu tilraun Landgræðslunnar á Geitasandi. Þið sjáið meðalfjölda tegunda hérna og svo sjáið þið viðmiðunarhópinn hér, eða viðmiðunarreitina, þar sem ekkert var gert muniði. Þar 2 tegundir, meðan að tegundunum hefur fjölgað eiginlega allstaðar annarstaðar. Og þessi mismunandi bókstafir, ef ekki sami bókstafir fyrir ofan súlurnar, þá þýðir það að það tölfræðilega marktækur munur á fjölda tegunda í reitunum. Nú, getum við spurt spurningarinnar, lífbreytileiki endurheimtur að einhverju leyti? Þá förum við aftur í smáaletrið. Mér langar líka til þess að tengja þetta við möguleika okkar til þess að vinna aðeins með pælingar loftslagsbreytingar. Nemendur geta reiknað út hve mikið af landi þarf að endurheimta til að binda koltvísýringsútblástur til dæmis á heimilisbílnum á einu ári. Við höfum upplýsingar meðalbindingu landargræðsluaðgerða sem við fáum frá Landgræðslu ríkisins. Útblástur bílsins má finna á orkusetri.is. Nemendur geta síðan aflað upplýsinga hvað mikið keyrt á hverju ári fyrir heimilisbílinn og hve miklu bíllinn eyðir, þar má tala við foreldra eða forráðamenn. Og dæmi hægt að setja upp. Bílnum ekið segjum 15.000 km á ári, hann eyðir 10,8 lítrum á 100 í blönduðum akstri, útblástur 285 grönnum á kílómetr og hafi ég reiknað þetta rétt, ég bið ykkur að fara ekkert endilega að athuga það, að þá myndi þetta þýða 4,28 tonn fyrir þessa 15.000 km. Og þá getum við spurt, hvað þarf að endurheimta stórt svæði til þess að kolefnisjafna aksturinn? Og þarna hef ég reiknað það út. Og svo getum við haldið áfram, hvað með skólabílinn? Það ekki margir skólabílar í Reykjavík, ég veit það, en ég náttúrulega svolítið út á landi núna því að ég bæði utan á landi og verkefnið unnið þar. Nú hef ég 1 mínútu og það passar einmitt alveg. Nú við teljum hérna á Landvernd að
það geti verið mikill ávinningur af þessu verkefni. Í fyrsta lagi aukin þekking ungmenna á mikilvægum alþjóðlegum umhverfismálum. Í öðru lagi hæfni til þess að tjá sig þau í ræðu og riti. Og í þriðja lagi aukin geta kennara til að takast á við flókin umhverfismál. Og þarna erum við að svara þessari þörf sem að kom fram í endurskoðuninni. Og hlökkum mikið til að takast á við verkefni í framhaldinu. Ef að skólarnir eru duglegir til þess að kynna niðurstöður verkefnisins eða jafnvel að taka nærsamfélag skólans, þar að segja foreldrana og jafnvel fyrirtæki með í þessa vinnu, að þá erum við ennþá búin að ná meiri árangri heldur en annars væri. Spurningin og það von Landverndar, að verkefni geti orðið líkan að vistheimtarkennslu í skólum landsins. Þetta okkar markmið. Og við teljum þetta afskaplega mikilvægt framlag í að styrkja menntun til sjálfbærni sem að núna einn af grunnþáttum í námskrám leik, grunn og framhaldsskóla. Síðan í framhaldinu, ef okkur tekst að fá fjármagn til þess, að það langar okkur að setja upp svipuð tilraunaverkefni loftslagsbreytingar og lífbreytileika, en hér verður að sjálfsögðu engu það lofað, en það háð fjármagni. Hrefna mín, ég er búin.